Gullhúðu hlustendur, þið eru að hlusta á verðluna hlaðvarpið 2 á topnum með blaðamönnum Oddi, Ævari og Tóta. Þessi þáttur er númer 88 og við erum sem fyrir í boði Rekus á Íslandi sem leggur okkur til toppnæs aðstöðu undir hljóðverið okkar og lætur kaffi í hæsta gæðaflokki fljóta með. Þá hafa vondir menn Vestanhafs einnig dregið óhreina tauga okkar fram í dagsljósið og upplýst að þið hafið óafvitandi frá upphafi verið að hlusta á falsfréttir okkar og legaþvætting í boði USAID. Líklega búið að skrúfa fyrir þá gullleið og framtíð þáttarins við í vissu uppnámi. Þessi þáttur #88 ætti með réttu í heilbrigðum heimi og hóðum eituráhrifum appelsínuguls apaheila og skutilsveina hans að vera númer 90. En þrátt fyrir að 2 á topnum sé eina hlaðvarpið sem fer aldrei frí, urðu óhjákvæmileg messuföll hjá okkur síðustu 2 vikur. Og það sem mikið hefur gengið á í okkar bransa síðast hálfa mánuð höfum við ákveðið að meina ákveðum gestum aðkoma þessum þætti sem við ætlum að reyna að nota til þess að reynsa upp sem mest af því sem liggur ópætti á garði, bara við 2. Þátturinn verður skiljanlega ekki eyrnamertur neinu sérstök umræðefni enda þurfum við að fara víða, kruss og þvers, en óhjákvæmilega mun þátturinn bera þess merki að Óskarsverðlaun vera afhent á sunnudagskvöld. En við ættum þó sannlega fyrst að byrja á því að afsaka okkur og réttlæta fjarveru okkar og ærandi þögna sem ríkt hefur frá 7. febrúar, Oddur. Heyrðu, ég mjög var að dæta í hug frábært nafn á hana þátt. Já. Afsakið hlið. Afsakið hlið. Er það ekki það? Jú, veist ég skrifa 2 vikur. Við vorum að gleyma þessu. Já, þetta er að fara að nefna þáttinn. Nei, þetta er ótrúlegt. Þetta er náttúrulega ímislegt sem að hefur gest þessar 2 vikur síðan að við létum síðast heyri í okkur. Það lá náttúrulega fyrir sko að þú ætlar að fara í rannsóknarleiðangur til Ameríku. California. Já, til California. Og Nevada og Arizona. Já, vá. Sem ég gerði. Já. Og ég ákvað strax að það væri LA og opna að vera að ljúga því á toppfólki á Facebook og allstaðar sko. Þetta er eiginlega rétt hér. Ég var í Palm Springs og Palm Desert sem eru svona, þú veist, þetta er svona eins og Kolsvöllur eða eitthvað, þú veist, Selfoss fyrir Reykjavík. Já, og þetta er alveg svona, þetta er alveg legit Hollywood slóðir. Algjörlega. Heimsóttir Michael Douglas og Katrín Setu. Ég sá heimilið þeirra, til dæmis. Og ýmsa stjörnur þarna sem eiga heimilið og Marilyn Monroe, það er risa Marilyn Monroe stytta þarna í Palm Springs. Já, okay. Það hún átti heima þarna og fullt á stjörnur, það eru svona sérstakar Palm Springs stjörnur, þú veist eins og er í LA. Já. Þannig að þetta er cirka bát sama dæmið. Þannig að þetta var vinnuferð í rauninni. Já, þetta var vinnuferð, sko. Tókstu nokkuð selfie að þér með Monroe styttunni? Nei, ég gerði það reyndar ekki, sko. Nú varst þú búin að sko sjá Rocky styttuna í Philadelphia og Marilyn Monroe styttuna í Palm Springs. Ég veit það, þetta er galið. Ég var sem sagt að heimsækja vinu mínu sem að búa þarna. Okay. Og þarna er bara, ég upp til hópa, það er bara risastór sko samfélag homma sem búa þarna og vinur mín eru hommar sem búa þarna og svo koma aðri krakka líka. Only straight men in the village. Já, það liggur við þannig, þetta var eitt þarna, ég tók eitt jam þarna 4 árin allir hinni krakkarnir komu, föstaskvöldi, ótrúlega fallet veður einhvern veginn og ég er búin að tala mikið við þarna strákaði kalla þarna sem voru þarna frá Denver, Colorado. Já. Ég var að spyrja eitthvað, reyna að spyrja ég veit ekkert Denver, Colorado sko. Þeir voru að segja mér alls konar borgina og svo spurði þeir, and how is the gay scene in Iceland? Og þá komst það í mig sko. Ég reyndi eitthvað svona fyrst að ljúga ef hún var í púra því ég veit að það er svo fáir It's amazing. It's amazing. We invented gay pride. Já, sem við klálega genum en svo kom félagið minn og bara hann er ekki homi og þeir bara alltaf gera grína mér hann fyrir að vera ekki, en þetta er magnaður staður við jammið þarna í Palm Springs byrja klokkan 4. Já. Það er sko alvöru jamm, þetta er alvöru skemmtstað þú lappar inn í sól og það er bara skemmtistaður í gangi og svo eru svona hvað hétu þér aftur? Hétu þér bara Gigolo Boys, ég maður ekki alveg svona gæði sem er að standa bara upp á svona palli og eru bara í G-string og svo getur þú sett peninga í G-stringi þeir eru bara að dansa þeir eru ekkit, bara male strippers sko. En þeir eru ekkit endilega hommar sko. Þeir eru bara að vinna fyrir sér sko. Já, en hvað, hefur ekki séð myndina Things to do in Denver when you're dead? Nei. Þetta er kannski að tjekka því þá kannski fræðist eitthvað Denver Það er alveg helviti fín glæpamynd sko Christopher Walken og Andy Garcia Það ekki En það ringdi yfir mig tóta, meðan að ég var úti, það ringdi yfir mig frá hlustendum okkar bara, hvað er þáttu vikunar? Já, ok,
gott að vita okkar saknað. Það ekki, já. Jú. Er þetta þá fólk sem hefur ekki haft vita á því að vera með í toppfólki? Ég held það nefnilega, toppfólk, það er allar upplýsingar náttúrulega. Já, ég var náttúrulega svolítið lengi að koma tilkynningum frá mér. Eðlilega. Ég var svolítið forfallaður. Já, þú lendir í ýmsu. Já, ég náttúrulega var bara mjög kokki og ætlaði bara að draga 2 þætti, 1. Og gera bestu þetta bara í sögur. Já, ég veit það nú ekki, ég tók græjur með mér heim svona því ég ætlaði að gera eina tilraun sko. Það var náttúrulega típist þegar ég hefði látið tekið upp þætti sko og látið þá guð upp líka. En það kom aldrei til þess að ég fekk eitthvað smá pest þarna fyrir vikuna sem endaði með því að röddin fór. Og svo var ég að fara að hlaða í bara, ætla að fara að kalla til eitthvað fína gesti í þátt síðustu viku. Á bara eftir kvöldmatta á mánudaginn þá bara hætti hjartaði mér að slá. Og ég bara, sem sagt, já. Hvað varst að gera þegar þetta gerist? Já, nú bara fyndi sko, ég bara var eitthvað að ganga frá til matinn og var að teygja mig upp í eldurskáp eftir Tupperware-bóksi. Og Dóra, sem betur fer, þá voru að tala saman, hún stóð svona nálægt mér sko. Svo var hún að sagði eitthvað, bara það er aldrei tími að tækifæri til að tala saman hérna. Og þá bara, sagði hún að ég hef bara lekið svona inn í skápinn og svo niður á eldavélina bara. Og það slöknaði á mig sko. Og það var ekki kveikt á eldavélinu? Nei, það var einmitt, hún var að tala um það sko, að við hefum verið að sjóða pasta í stóru bóki. Það er bara hræst sko. Nei, og svo bara... Manst þú eftir einhverju? Nei, ég fann bara þreytu, bara allt svart sko, nema mér fór strax að dreyma. Í alvunni? Það er ógeðslega, þetta er svona eins og bara í bíómyndunum og svona eins og bara held ég, til dæmis Stranger Things, þegar þú ferð inn í hinn heiminn eða undir heiminn sko. Ég bara var hérna, alltaf að fara að svara konunni minni og svo bara allt í einu er ég bara komin í eitthvað virð draum sko. Og veit ekki að mig fyrir hún bara eitthvað berjandi í mig og gargandi á mig bara Tóti! Og þá var þetta eitthvað 10 sekúndur sko. En mér fannst ég að vera bara að vera sofandi þess svona bara í 7 tíma. Almáttur. Ok, maður getur pælið því svo settist bara í sofa og held mig hvað að kjafta. Og þá bara datt ég aftur. Gerðist þetta aftur? Já. Og þá hringdi Dóri 112 og spurði hvað þetta maður gera og ég ætlaði bara að fara að sofa. Nenni þess ekki sko. Og þar var hann sagt að senda mig Auðvitað ætlaði þú að fara að sofa. Já. Beint upp á bráðamóttöku og ég tók taxa þangað. Dóra náttúrulega er á stráknum sko. Og ég bara alveg, ok, þá sit ég þarna næstu 8 klukkutímana sko. Já, bara takk fyrir ekkert, nennis ekki. Og fullt af fólki nema að þau verðast eitthvað, ég held að þetta væri bara svona númeraröð sko, en það verðist að fara eitthvað eftir í hversu alvarlega hlutir eru. Já, þið metaði fyrst. Já, nei, ég bara sagði bara hvað hefur komið fyrir sko. Þannig að ég var ekki eftir með hálftíma satt þar, en náðu að detta út einu sinni í viðbót. Jesus Christ, var einhver að fylgjast með þeirra? Nei. Þú vaknaði vissur hvað það er gest á? Já, ég er búin að læra þetta, ég er frá að finna ég finn það svona þingist yfir brjóstið og kemur svona ógleði og svo fer ég bara. Þú varst bara á biðstofunni og manstu hvernig útsýnu varst með? Varstu bara, þú veist? Já, bara horfið við fólki. Kveiktu á okkur sjónvarpið eða? Nei, man það ekki. Svo kom eitthvað kom svona ógleði og þá segi, ok, þetta er gest aftur og svo bara datt ég út og svo bara kom ég aftur inn. Og varstu eitthvað hræddur eða? Nei, ekki það. Kallar maður okkur að hjálpa eða, Nei, ég ekki að það ekki. Þetta var bara eitthvað sekúnda fyrirværi eða splitt sekúnd, sko. Þannig að svo var ég tekin inn og laður í rúm og settur tengd út mónitor og ligg bara fram á gangi eins og fólk gerir mikið á íslenskum sjúkrahúsum. Og svo bara detti út aftur þar, víst, og þá bara veit ekki að það bara er hlaupandi fullt að liði komið, læknir og eitthvað, sko, og þá sáu þau á mónitornum að ég var farin, sko. Jesus Christ. Og svo bara þetta var alltaf þá kom læknir, rosalega flott ungkona og hún sagði að þetta er nú ekki nóg gott sko, hjarta hætti að slá þetta í 7 sekúndur, þannig að þú verður hjá mér í nótt og var svona fyndin og svona hress sko, þannig að þá eiginlega var ég þannig hrættur og svo ég fuck, býtu hvað hætti að slá, og var ég svolítið hrættur sko. Og það var einhver áhyggjur að ég hef verið að sjá dóttur mér í síðasta skipti, bara síðastir í kvartan og svona og svo bara kom sjúkrabíll. Ég náttúrulega fór á bráðamóttöku upp í Fossvogi sko, svo var ég bara sendur niður hjartadeild með sjúkrabíl. Já, á Hringbraut. Já. Og sá sko, hún réttu gæjanum þarna sem var í sjúkrabílnum, hún réttu honum adrenalínsprautu sko, við erum bara, ok, fuck. Þar fikk ég einhverja sprautu, eitthvað jumpstart og svo bara... Var hún notuð? Nei, ekki adrenalínsprauta, ég kom á spítala að hjartadeild sko, bara til þess að... Hvernig var ferðin í sjúkrabílnum? Fyrir okkur sem hefum aldrei verið í sjúkrabíl. Já, hún var alveg ágætt sko, hún var næst, það var svo nokkur sem var í sjúkrabíl, en þetta er svo fullkomið, bara svona mjóum börum og svo bara rent, svona bara eins og... Og ertu ekki það, þú veist, ef maður er ekki það, þú veist, er ekki nú plássin í bílum, ertu ekki það, svona ítast í hliðar hægri og ekki að renna svona, rúmið að skellast utan í vegginn. Og hann satt bara yfir og svona spjallaði svona, bara
fylgjast með ég væri þarna sko. Já. Og svo bara hátíði daginn eftir, þá var bara þeittinn á skurðstofu og staðdiður og fekk að vera vakandi og meina að vera að krukka í brjóskassanum á mér og tróði inni með þessu tæki sko, gangur á honum. Það var bara strax bara, heyrðu, var þér ekkert sagt þetta? Jú, já, bara sagt strax bara, við reynum að setja í gangráð á morgun bara. Þórarinsson, þú þarft að fá gangráð. Var þetta svona? Nei, ég var ekki ávarpað svona, sko. Nei, ok. En já, þetta var alveg svona sem ég avindri og svo þetta ég verið aðra nótt og fekk svo frá heim. En það sem sagt gangráðurinn? Já. Ég veit ekki hversu þægilegt ég finnst að tala um þetta. Ég er bara gaman að því. Já, ég spurði þig ekki. Partur ég að vinna úr trámanum. Nei, þannig að hvað þýðir þetta? Þú veist, er þetta bara þitt, þarf ég að fara að búast því inn í kælikleganum að þú bara dettir út og Nei, ég held ekki sko. Gangráðurinn komið til björgar. Hann bara, hann tekur þráðin upp bara strax þá. Hann bara stuðar strax. Já, þannig að gangráðurinn þinn verður bara í fullri vinnu. Já, alltaf fullri vakt sko. Og og batterið þessi endist í 10-15 ár Já, ok, þannig að þú fer eftir 15 ár 2040 Já, en þetta er komin svolítið óvart sko. Þetta er bara þetta er áfall, Tóti. Það er það sem þetta er. Ég var alltaf samt bara að geða allar mínu játningar sko. Ég bara, vitið hvað þetta er? Já, nei, ég er náttúrulega ofdrykkjumaður, ég drakk mikið sko og reiki 30 ára og maður veit náttúrulega að það fokkar æðakerfinu sko. Já, og svo þetta er einhverju 2 þræðir sko sem líka úr gangráðunum inn í hjartað sko. Og það þurfti náttúrulega 5 tilraunir til að koma öðrum þræðinum. Það eru sennilega þröngar. Var þetta eitthvað vont? Nei, þetta var ekki vont. Ég fekk fentanýl. Ég fekk að smakka fentanýl. Ég heyrði það. Þau voru ekki með fentanýl. Þannig að þetta var ekkert vont en þetta var svo óþægilegt. Ég hefur líka verið vakandi sko, uppskurðið að vera að laga kviðslit. Það er ekkert góð tilfinning þegar að vera að krukka í þér sko. Sérstaklega þegar að vera að sauma kviðsliti. Þú fyrstu kviðslit fullorinn? Fullorinn? Já, ég var inn á bensinstöðinu. Hæ? Ég fekk kviðslit þegar ég var svona 4 ára og læknarnir voru bara, hann er allt og gamall að fá kviðslit. Já, þetta er svona magakviðslit. Þetta er við naflan. Já, ok. Já, þetta er nú sjúkrasaga mín, sko, þannig. Þetta er rosalega. Hvernig líður með þetta? Þú veist? Mér líður alveg allt í lagi, sko. Já, við erum alveg sama, bara töffari. Já, nei, þetta er náttúrulega ég hef svolítið mikil að lifa fyrir, sko, ekki sjálf á mig en Já, líka. Vil nú helst ekki skilja eftir yngri börnin mín að þess að ég sé bara að koma með mjög örgu upp. Nei, en þetta er alltaf svona, ég veit ekki, það er alltaf, þú búið að skera mér eitt eista og svona, ég er alltaf verið að helvítið svona rúnum ristur. Þú ert öllu vanur. En hvernig, þú veist, Tóti, þurfum að ágjörð, þú veist, er þetta ekki ómikið álað að vera með þetta 2 tóknum hérna einu sinni viku? Nei, ég held ekki. Nei. Hins vegar náttúrulega má örugglega að þetta sé náttúrulega afleiðing þess að vera búin að vera blaðamaður í 25 ár sko. Já, heldur það. Já, ég meina, þetta er náttúrulega stressið, þú þekkir nú stressið sko. Já, ég fer þetta í 10 ár næstu sko. Já, ég er komin í 9 ár sko, síðan ég byrjaði. Já. Það er ríkald. Það er hugsaðið í gangi eitthvað. Það eru svo fáir góði blaðamenn eftir að þú vil að bara, þetta er bara þekkskylda hjá þér að standa á vaktina. Ég er mikið spáð í sko, ég er mikið verið svona smá heilsurhættur núna í 24 sólarhringa og ég ætla ekki að hætjaka dagskrárstjórnina en eitt þannig, en það er náttúrulega, þú veist. Þetta er stjórnlist áttur líka, veist. Já, þú veist, okkar kona náttúrulega sem var í Eurotrip. Já. Hvað heitir hún? Hún heitir svo 39 ára. Michelle Trachtenberg, hún er 39 ára gömul. Já, jafnvel Dóru minni. Fætt 85. Fætt 85, hún deyr eftir sko livrar íkræðslu að hún drakk sig í hel. Já. Þú veist, þetta er bara, mér líður, þú veist, ég drakk svona 10 dagar auðbandaríkunum, Tóti, sko, mér líður mjög illa með þetta. Já, sko, nú er náttúrulega, þú veist, náttúrulega. Ég þarf að passa mig á þessu, sko. Já, þú voru, já, en þú veist, ég er náttúrulega reyndur alki og hún er farið í 4 meðferðir og þetta er hættulegt, sko, þú ætlar að halda þessu áfram. En já. Lifurinn, sko, hún hún tekur ekki og tekur. Nei, hún vant að eyðileggja hana, sko, að því að sérstaklega, er þetta ekki alltaf þegar að vera að græða líffæri fólk, sko, líka mér að hafa til að vera stæla, hafnar þessu, sko. Shit, sko. En þetta er samt hún er kornung. Já. Kornung. Þú veist, hún hefur einhvern veginn, smá eins og ævinar hafi verið einhver harmsaga. Já, ég er nú ekki alveg, sko, ég þekki nú ekki vel til hennar, sko. En hún lék náttúrulega, hún var í Gossip Girl. Já. Og Buffy þegar maður pæsleir og líka Dawn mér minnir nú að við hefum þótt hún ágætt en ég var samt alltaf mest skotir í Faith sko ég lesa Dusku sem var æðisleg
það sæt, en svo hvarf hún og því Harvey Weinstein ákveða að eyðileggja ferilnar, hún eina af þeim sko. En já, og svo náttúrulega eins og ég búin að vekja athygli á í toppfólkinu, þá hún náttúrulega lék hún sitt fyrsta hlutverk í Law and Order þætti og var svo líka í Law and Order Criminal Intent, það glæpum væri tjaldi einu þætti sem að mér finnst náttúrulega, það liftir henni náttúrulega upp í hierarkíunni hjá mér sko. Hún var rosa svona up and coming. Já, og svo var hún náttúrulega samt hún ekki eitt af þessum, hún ung sko, hvað hún var í einhverju Disney þáttum eða eitthvað, ég man ekki hvað það heitir sko. Þau fara hún ofta illa. Hún var barnastjarna, hún verðist bara hafa, hvað þarf maður að drekka mikið til þess að þetta gerist? Það sem ég vil vita. Já, ógeðslega mikið og náttúrulega stíft sko. Meðan Dagur Sigurðarson skáld, hann var með duglegur að drekka og var heimildamöndum hann og þá fór hann á barinn og fékk stóra bjórinn og strauk svona fyrst sem hann, já, lifirinn mín, vertu nú góð. Shit, sko. En þetta, já, það er svona nokkuð vel að sé vikið að ná að drekka sig hel fyrir fertur. En ég meina, svo ertu með Amy Winehouse og svona fólk, svona 27 ára klúburinn, sko. Já, ég mitt. Þetta er mér... Það er lífsætult starf að vera stjarnar, sko, að vera frægur, sko. En já, þetta er sorglegt, sko. Og hún, hvað, dó í fyrra dag eða fyrir stemdugum. Og svo bara segja vísi.is okkur það bara í dag að Gene Hackman. Bara með eiginkonni, bara finnst látin í Santa Fe. Gene Hackman er náttúrulega, sko, hún var orðin 95 ára og ég held að hann hafi leikið síðast og ætlaði ekki verið Royal Tenenbaums 2021, hann er búin að retire alveg. Og ég veit ekki okkur ég stundum í Facebooki mitt hefur stundum verið að sína verið svona myndir á honum. Ég er í einhverju grúpu sko. Var í joggingalanum rosalega hrumur og allt það sko, þetta er 95 ára maður, það er ekki óvælt af en degi. En að 63 ára eiginkonan finnist látin við honum og 100. Já, það er mjög sko. Það væri ekki rosalega sjokkir að 95 ára Gene Hackman degi en kringumstæðunar eru eitthvað. Fyrstu fregnar eru þær að sko dóttir hans tilur að það hafi orðið þannig einhver kolmónjóksíð eitrun. Er þetta ekki bara sjálfsmorða? Það er fyrsta sem dettur í en þetta er náttúrulega alveg þekkt að fólk bara kafnar sko, þú veist ekki það þessu. Ég er einmitt sérfröðum þetta núna Gussi strákurinn minn, hann er aðeins búin að hann er ekki búin að missa áhuga á að horfa á þvottavélar á YouTube en hann er líka búin að fæði fyrir einhverjum Google Nest sem eru reykskynjarar sem að einmitt nema líka svona og hann er svo hrifinn af því að hann talar sko, smoke on second floor og carbon oxide bla 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 og svo er einhver liðið að segja frá reykskynjunum sínum á YouTube og hann horfa á myndbönd af Google Nest This gadget saved our lives og þá var einmitt svona leki sko. Herru, ég er ekki frá því, ég fá mig frá Google Nest núna sko. Ég er hræddur við þetta en ég grunaði samt ekki sko og hvetjum náttúrulega alla sem að þú veist, hafa áhyggjur að líður illa leita til bíetusamtakana og svo framvegis en geti þetta verið sjálfsvíða? Geti þetta verið? Já, joint suicide þú veist, hann hefur náttúrulega sjálfsagt alveg verið taka hundi líka lífdaga og, en ég veit ekkert ég veit ekkert þessar konu 63 ára kona hann er ekki háar aldur sko Nei, ég held að við skulum veðja á þessa eitrun en ég held ekki að það sé þetta er miklu algengara úti við kunnum náttúrulega kynda hýbíl okkar sko einmitt það er náttúrulega munurinn við nota gasið miklu meira við erum ekki einhverjar eitur lofttegundir í kringum okkur þetta er hrikalegt erfiðir dagar einhvern veginn síðustu dagar þú að fá að fara í hjartastopp og gangur á fjórfalt hjartastopp á mánudagskvöldi fjórfalt hjartastopp á mánudagskvöldi þetta getur verið fyrir okkur frétt er engin fjölmiðl búin að nei, heyrðu, þegar ég fekk krabbamein í Eistað þá trommaði nú djöf upp með fréttaseríu þetta en það verður enginn haft á mér það er enginn haft á þessu réttur 2 ár síðan fréttablaður frá hausinu svona gleymist maður þú er bara en ég menna samt ég er í 2 á topnum hvað er þetta? Það er einu sem skiptir máli nefnilega sko, einu sem skiptir máli talandi það heyrðu, nei samt, nei, ég er búin að segja þetta allt verður bara að segja eins og allir sem held ég lenda spítala að því að við vitum allt ástandið þannig það er alltaf verið að tala allavega starfsfólki er náttúrulega að handan þetta er ótrúlegt fólk ég nefnilega, er það ekki það? Jú, nei það er það og ég er að segja þetta líka þegar mamma er hjúka og systir minn hjúka og ljósmóður nei þetta er svona, þetta er bara þetta fólk að hugsa svo vel mann og bara farið svo fallega af manni bara eins og það þessi
lækna Pía hafi sagt að ég hjá henni í nótt sko og hló sko Einmitt. Þetta hún væri ekki að djóka ef ég væri einmitt, þú voru að fara að deyja sko, einmitt Nei, ég kannast við þeirra kærasta minn, hún hvað gerðist fyrir hann aftur? Hún bólnaði svo svaklega, hún tóknaði alveg ríkalít og var eiginlega svona, við heldum hún var í brotin og við heldum þetta er bara eitthvað margra dagverkefni eða margra klukktímaverkefni nei, við hittum einhvern veginn á rosalega góðan tíma og allir bara í toppstandi og skapi og þetta var bara ekki mál, miklu minna mál maður heldur og svo maður fyndi sko, svo komu tveir sjúkarlegar á þriðdagsmöndum Jæja Þórarinn, við vorum að spá að baða þig aðeins hérna í rúminu, er það í lagi? Og ég bara, hvað fuck? Þá var hjartalæknirinn satt akkurat við mér og sagði ég mætti vera í sturtu og ég slappi að láta baða mig og svo komu þær tvisvar með svona rakvélasku og ætlaði að fara að raka mér bringuna svo var þetta stingandi strá á mér sko, mér fyndið sko. Vá Þetta skiptir máli. Svo þetta svona sko, svo mikið, þetta svo fallegt fólk, bara hjúkrunarfræðingar sem bara ótrúlega fallega konur og svo einhver læknar komandi að deildalæknir svona ungur gaur sko, þeir eru svo miklu spaðar, þeir eru svo ógeðslega cool og kokki og þessi var alveg fjallmyndalur, Dóra var hjá mér og hún var bara, hún þurfti bara svona líta við sko, kíkja betur á hann sko og svona þá verður maður svolítið komplexaður sko, þegar svona fallegt fólk að krukki í manni sko Það ætti ekki eiginlega bara þetta að vera skilir eða þú ætlar að vera heilbrigðisstarfsmaður að vera ljótur Já, eða vera með grímu og ég svo líka, ég hugsa bara what the fuck, hvað er ég bara í hérna Grey's Anatomy Þetta er svolítið þannig sko. Það er ótrúlega að það hafi ekki verið gerður sko fyrir utan hérna heilsubæli það hafi ekki verið gerður hérna einhver svona læknaháttur Já Bæning. En já, þegar þú varst að segja að eitthvað væri aðalmálið já, væntanlega 2 á tofnum þá held ég að við verðum að vekja athygli því að 2 á tofnum, þetta er ekki aðeins sko eina podcast í Evrópu sem hvílir á áratuga reynslu, innsæi, sögulegri þekkingu og langdrægu stofnunarminni og eina hlaðvarpið sem fer aldrei í frí heldur þá liggur nú einnig fyrir að þetta podcast er með sterkustu pólitísku tengingarnar sem tegja sig svo víða í raun má segja að 2 á tofnum hafi áþreifanlega pólitískt áhrifavald Þú meinar? Ég meina. Þetta er náttúrulega sérst bara á því að þegar Kristín Ólafsdóttir var gestur okkar í síðasta þætti 7. febrúar fyrir messufall þá var hún fréttakona á vinnufélagið á miðlum sínar en er nú orðin aðstofakona forsætis valkjörunar Kristrúnar Frostadóttur Pældi í þessu áhrifin sem við höfum Já, og ekki nóg með það Björn Ingi Hrafnsson oft kendu við Viljan, hann var hérna hjá okkur fyrir áramót í áramót uppskriftstættinum sem að týndist og kemur aldrei út En það breytir því ekki, þá var hann bara alhliða álitsgjafinn Björn Ingi á Viljanum en nú er hann hins vegar bara orðinn aðstofamaður Sigmundar Davíðs Guðmundssonar formanns Miðflokksins Ég sé minnstur Já Hang on og hold your horses Já, við skulum ekki gleyma því að gleymum ekki Heimum á Pétursinni fyrirverandi fréttamann á sama stað og þú Kristín unnu saman á hann, við þurfum ekki nema bara að nefna hann á nafn í þættinu með Kristínu og við vorum allar búin að sleppa orðinu bingo orðin upplýsingafulltrúi flokks fólksins Galið Þetta er ótrúlega áhrif sem við höfum 2 á tofnum Þannig að ég held að öll þau sem hinga til að afþakka boði í þennan þátt ættu að athuga þetta umgæfilega því 2 á tofnum er nefnilega hraðbraut til frama í stjórnmálum Hárrétt Ok, já, en ég veit ekki, eigum við að gefa Gene Hackman aðeins meira plásöldur en Hvað viltu segja okkar mann? Ég man bara eftir húnum úr hverju mann eftir hún Unforgiven? Ég man eftir húnum einhverju grínmynd, getur það ekki verið? Jú, hann er ótrúlega fjölhæfur sko, og ég alveg sko, katalógurinn er fárlega langur og rosalega mikið gott stöð en bara svo klárum hana Trachtenberg var hún gellan sem var Scotty doesn't know eða hvað? Hún var systir félagans og þau fóru þarna í sleik í myndinni svo var annar vinurinn skotin í henni og hún var bara hún var bara ein af stóru personum í myndinni og náttúrulega lék hún lék eitthvað í Buffy líka og svona þetta var og hún var mjög svona fyndi sko að hún var ekkert fræg og svo virðist vera sem líf hennar hafi breyst í einhverja harmsögu en
hún á, þetta er svo fyndið með þessar leikara sko, þessar bandarísku leikara og alla þessa, bara og leikara sem við fylgjumst með hún átti einhvern stað í hjartamanns og þegar við vorum að tala og það er náttúrulega kjöri tækjur að minna á hlustendur á að við tókum náttúrulega upp sérstaklega Eurotrip þá ég man ekki númer hvað það var, það er ekki það margir þetta þannig þið getur skrolla á Spotify eða Apple Podcasts eða Overcast eða hvað sem þetta allt heitir og fundið þáttinn það sem Bjarki Sigurðsson bara tekur þessu mynd og bara algjörlega og ef við hefðum ekki verið með our balls in a bunch eins og Andrew Dice Clay segir sko þá hefðu náttúrulega þurft eiginlega að kalla hann til eða slá á þráðin en það er bara svo mikill skítur sem þarf að móka en nefnilega, brjálega að gera nei, þú líka þú þarf náttúrulega ekki bara sjást í ykkur einu eitthvað sem að næri ykkur svona eins og Eurotrip, ég komst nú ekki að bara fyrir að voru með það þátt hversu eitthvað stóran stað hún á hjá mörgum sko og svo Buffy Buffy er náttúrulega legendary fanbasein er opbóðslega stór og lojal sko. algjörlega, það er bara þannig nei en sko Gene Hackman hann sko ég man eftir mig í lasnum bara þegar ég var ungur sko að hann væri svona rosalega hann er svo góður leikari og svona ekta, hann væri svona á pari við minn eigin Humphrey Bogart og Spencer Tracy sko en og svo hefur maður velt upp sko spurt svona, er hann stærsti leikari í sinna kynslóðar sko og þá þú hugsa fyrst sko Jack Nicholson, Al Pacino, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Robert Duvall en hann hefur náttúrulega meira range heldur en sem sko en hann var svona everyman sko, ég held að það sé Spencer Tracy í líkingi sko, hann var svona svolítið svona, hann var ekkert að pæla í hvernig hann væri til að fara og hafði engan á að vera eitthvað að markasetja sig sem kvikmyndastjörnu hann bara vann sína vinnu og ekki svona og lét aðra að hafa áhyggjur að því hvernig ímyndin væri. Hvert er hans besta hlutverk? Sko það er náttúrulega rosalega, sko hann hvað er maður að byrja? Hann náttúrulega er sko, hann er tilnefndur 5 sinnum til Óskarsverðlauna Hyrður 2 svar 71 fyrir lögguna Popeye Doyle í French Connection og svo hvað er ekki, 92 hann er vondikallin í Unforgiven sko, Clint Eastwood legendary vestrann sko en sko hann er bara ég veit ekki hvað ég á að segja sko, ég sé alveg ógeðslega mikið af myndunum hans, ég held upp á hann þegar ég var yngri hann retæraði frekar snemma einhvern tímann og svo gerði hann svona comeback í 80-sinu og þá bara röðust inn myndir í bíó sko, maður var alltaf að sjá Gene Hackman í einhverjum bíómyndum en ég held að fyrsta kvikmyndatöku hans hafi verið 68 þegar hann var í Bonnie and Clyde hann lék bróður Clyde Barrow og var tilnefndur fyrir það sko bara sínum fyrstu mynd og bara rosalega sjarmerandi svo sá ég hann í Háskólabíó með Nick Nolte og Johnny Cassidy mynd sem hét Under Fire og ég nefndi hana í sambandi við Civil War það var svona blaðamenn ljósmyndarar á stríðsvæði og Gene Hackman var svona reynsluboltinn sem var drepinn í miðri mynd svona eins og gamli kallinn bara alveg eins og í Civil War sko ég fer bara í klessu sko en ég tók saman svona alveg langan lista og ég ætla bara, það er ekki hægt að lista upp ég bara hendi sinna á toppfólk byrta þetta inn á toppfólk en það sem allir ætti að þekkja hann eða kynnastónum, það er náttúrulega hann var Lex Luthor í Superman 1978 fáránlega góður, hinir hvað er ekki, Eisenberg og hvað var Spacey búin að Spacey, komast ekki nála sko. ógeðslega fyndin og góður og svo náttúrulega kom French Connection 2 og þar er hann einmitt einhver hlut af vegna held ég orðin háður heroinni sko, Popeye sko, eitthvað endurkofur dæmi og það er svona detox sem er alveg þetta var alltaf gritti bíói líka í 70-sinu sko, alveg legendary og svo náttúrulega Mississippi Burning hún talaði hann einhvern veginn og Balti myndist sérstaklega ámynd, Alan Parker William Dafoe og Gene Hackman FBI-gurar sem að fara í söðrið í kringum 1960 eitthvað það voru Ku Klux Klan búin að drepa 2 svarta stráka og hvað er þessi mynd? Mississippi Burning hlumar ekki eðla áhört geðvikslega góð mynd stutt sinni að horfa á hana svo er hann í No Way Out með Kevin Costner og ég sá eitthvað klippu á YouTube sem Kevin Costner segir sem að Gene Hackman er besti leikarinn sem hann unni með það er bara þannig Sean Connery er klárlega mesta stjarnan eða stærsta stjarnan en Gene Hackman besti leikarinn það er rosalegt
það er rosalegt en undanfarinn ár, þú síðust ára af þessina hann lék síðast hvað, 2021 já, ok Nei, 2001, já 2001, það er komið langt 2025 og hérna, já, það eru 24 ár já, 24 ár síðan þá hefur hann bara Ég bara verið retired, sko en þú veist, hann var í Crimson Tide 95, hérna, Cowboy-myndinni svo 95 líka var hann í Quick and the Dead það var hann vondur Kæti Vestri, Sharon Stone og Leonardo DiCaprio hann að erlendu slúðumælunni voru mikið að breyta myndir á hann það sem var alltaf leiðinni út í búðu og eitthvað svona lítur Gene Hackman út hann lítur svona út í dag og ég held að fólk hafa bara, wow það er hann sást aldrei sko. Nei Ég held að þessar fréttir hafa gert ekkert eðla gott mót sko. Já, Nei, en svo var Get Shorty 1995 Travolta, það var nú alveg hún var nú vinsæl og Birdcage þetta með Robin Williams og Absolute Power var það ekki Clint Eastwood með líka hann var verið svolítið með Clintarunum sko. Bara þetta alveg rosalega katalógur og svo svona Guilty Pleasure mitt gamanmynd með Dan Aykroyd sem heitir Loose Cannons og kom 1990 og ég held hún sé líka bara á einhvern listum við bara, þú veist, worst movies ever sko ég fór á first date á þessar myndir og ég var konungur sko og mér fannst hún svo fyndina ég var alveg skjóðan með hana Þú fórst á, það er þannig? Já, ok og ég bara, ég skíti í þetta ég var svona lélega en ég ætti kannski að tjekka á hversu vel hún var elst eftir að hann misti eitt eist að vera komið gangráð og gera nokkrar allur að lifrinni minni sko. Það var ýmsa fjörunar sopið eftir þetta en allavega bara Gene Hackman bara blessu sér minning og eins og einhver án og líka sagt bara takk fyrir velunni störf Francis Ford Coppola bara myndist hann sko þannig að framlagans væri alltaf frábært og það væri alltaf sorglegt þegar leikur deyr en þá veist, gamall kall hann var í The Conversation hjá Coppola sem líka 74 eitthvað legendary, þetta allt legendary stöf sko. Ég þarf að vera að taka eitthvað rikk og horfa á þetta Jú, handvelur svona ég skal handvelja það tóni Mississippi South Mississippi Burning Burning, hljómar ekkert eðla vel það er sko Alan Parker leikstir henni og Alan Parker gerði Angel Heart sem alltaf eins og alltaf veit næst mest uppáhaldsmyndin mín eða sko wow. Já ok, þá er það komið Heyrðu, hvað, ertu búin að vera í glápinu? Ég er búin að vera náttúrulega helvíti duglegur í glápinu. Þú er búin að vera helvíti duglegur? Já, og líka sérstaklega sko svona síðustu vikuna þegar ég þreytist fljótt og má einhver lifta og ég get ekki eins og lift stráknum sko, þannig að ég er svolítið svona Mér hefur fundist að vera brjála að gera hjá mér sko, maður er alltaf búin að búið með heila seríu á Love Island All Stars raunleika þáttunum Breskuði sem helvíti góður Svo er ég búin að vera að horfa á Invincible, hefur orðað Nei, ég veit að það er gott og Það eru teiknumynda þetta sem að þýðir að mjög margir veigra sér við að horfa á það þetta er á Prime en þetta eru bara með betri hátum sem er alltaf úti í dag Þú er bæði sagt með það og gott að Arnar Tómas hefur ekki eitthvað verið að lista Þetta er skrifað fyrir fullóna Þetta minnir svolítið á The Boys óreita þættina sem er leiknir Þetta er rosalega blóðuði þættir rosalega svona alveg gefnir fullónir með rosalega góðum miklum tvistum og ég bara mæli með það þriðja serían er í gangi núna og þeir droppið 3 þáttum í byrjun og eru núna að gefa út 1 þátt í viku Já, vá, er þetta þriðja sería? Þetta er þriðja sería Já, ég veist að það verður önnur svo nátt sér nú að minnast á það serí ég bara dregst aftur úr sko Þetta er nefnilega þriðja serían sko svo bara er einhvern veginn búið að vera brjóla að gera hjá manni sko Þú veist, ég byrja á Lioness þáttunum sem þú ert löngu búin að horfa Já, ég á eftir serí 2 sko Já, ok, ég byrja á fyrst serí en lofaði helviti góðu sko það er líka serídan Já, svo var ég úti náttúrulega í Bandaríkjunum og þannig að horfði kannski aðeins minna einhvern veginn á sjónvarp reyndi samt svo náttúrulega þú veist, White Lotus er byrjað þriðja serían sem er náttúrulega sturlað, þetta er bara geðveikt sjónvarpsefni örugglega eitthvað sem ég er að gleyma sko. Ég bara þú veist, ég náttúrulega reyndi að taka riska svona þessum Eurovision Jésús, ég bara er heila bilaður Já, þú ert ennþá flugþreyttur Já, ég er ennþá með flugþreytuna sko. 8 tímum á 8 tímum á undan núna Óskarsverðlaunamyndirnar ég er ekki alveg ánægð með mig ég er búin að horfa á Conclave Gemdu þær samt ég skal gema Nei, þetta er náttúrulega sko, ég er bara alltaf meira að fallast hendur þetta offrambóð á efni er
þetta er ómikið, svo sko. bara mann fallast Þetta er ekki hægt. og bara svo einmitt, ég er ekki búin að horfa á þetta Invincible stæmið þitt, ég er ekki búin að horfa á The Bear sem að ég veit að er frábært og þú ert margbúin að ítrekka við mig Já. Við erum ekki byrjar á White Lotus heldur Nei, og bara alveg. Bara ekki Ok. og það er eitthvað fleira sko. Já, svo var elsti strákurinn minn að tuði mér eitthvað daginn að hvort ég var ekki búin að horfa á Ozark Já, og ég veit að þeir séu frábæri líka, ég hef ekki heldur á það sko. Já, hann sagði mér það En vil það skjóta inn í, ég ætla að skjóta inn í Tóti. Ég horfði náttúrulega, ég var í flugvélum eins og veist, já. Mjög lengi, ég flög til Seattle það var eitthvað 8-7,5 tími eða eitthvað, flög þaðan til og beið svo flugvélum í 3 tíma eða eitthvað, flög svo til Palm Springs þannig ég þurfti að horfa á mjög mikið sko. Og ég horfði með hann svo Dumb and Dumber wow Er hún bara eins og hún hefur verið gerð í gær? Það er bara eins og hún hefur verið gerð í gær. Hún er svo fyndin, hvernig hún er skrifuð, hvernig þeir eru alltaf næstum því með allt, en ekki með það samt, sko. Alltaf gera allt rátt. Líka þegar hún kom, sko, það var fókusin svo mikið á Jim Carrey, hann var svo heitur og fyndin, en Jeff Daniels er bara frábær leikari og er alveg ógeðslega góður. Algjörlega, það er bara, þú veist, þeir sem tvenna, er bara fullkominn tvenna. Svo er ég að Forgetting Sarah Marshall. Ég har náttúrulega séð hana, hún var 2008, sko, þá var ég náttúrulega úlingur. Þannig hún bara þú veist að Jason Segel, hann leikstýrinni held ég og skrifa handriti og leikur aðhluturki Mila Kunis, þú veist, hann er að deyta ykkur stjörnu hann í myndinni og hún segir hún upp og hann fyrir til Hawaii, þar er hún og fyrir hann kærast og það var hann að Russell Brand var íni það hann var frægur í þessara mynd þú veist, hann leik sjálf sig basically leik breskan fá þetta sem að þótt svita allt betur heldur en allir aðri herru, svo leiðinni tilbaka til Seattle og ég á There Will Be Blood eftir Coen-bræður There Will Be Blood Er það ekki? Nei, olíumyndin Nei, heyrðu, ég er örglamyndum No Country for Old Men Já, það er Coen og Javier Bardem Þetta er There Will Be Blood, er þetta ekki einlega sama myndina? Nei, það er eftir einhverju Upton Sinclair bók og hann besti leikari í heimi sem er svo leiðilegur Daniel Day-Lewis leikur í henni Nei, ég horfði alls ekki á hana Ég horfði á No Country for Old Men með Tommy Lee Jones og Javier Bardem djöfull leikur á meginn óþokka í þessari mynd Já, var ekki Josh Brolin líka? Josh Brolin, jú, Josh Brolin hann er helviti góð sko. góð svona flugvélamynd sko. mjög góð flugvélamynd já, heyrðu, svo byrjaði ég náttúrulega þegar ég var leiðinni, Tóti hvað heldur að droppi þegar ég er í Seattle ég gisti þar sem einan nótt hvað þáttur heldur að droppi? Reacher 3 þættir Reacher alveg svo Invincible ég horfði á alla í beit í flugum geðveikt sko. Það er svo gott sem hún sendir Ég ætlaði nú að koma að Reacher sko, en þetta er sem sagt þetta er 3. þáttaröð og hún er gerð eftir bók sem heitir Persuader og er held í 7. bókin í flokknum sem er nú að nálgast 30 bækur sko. Og ég horfði á þess að 3 þætti í beit og sótti mér svo bókina á Audible og búin að hlusta á hana sko. En nennir þú þá ekki að horfa á hana þátt? Já, það er líka alltaf frávik sko. En já, ég er svo ánægður því að var eitthvað svona síðasta sísón var ekki alveg nógu gott sko. Nei. En þetta þetta ekki betra en jú, nei, þetta byrjar með trykki sko, og stendur í 95% á ráttan. En hvernig finnst þér aðaleikar? Ég er alveg að fíla hann sko. Okay. Og ég held að hann vinnur á sko, hann búið að sko, Valdamann svona vonbrigði með að bjóða på Tom Cruise í þessu hlutverki í 2 bíómyndum sko. Það var bara insult og líka hann er svo ég aðeins bara farin svona stúder hennan gaur, Alan Ritchson hann er sann kristinn sko já, hann er svona hillbilly já, en svo verður hann að vera svona skynsamur og góður gaur sko, ég man ekki hvað það er einhver anskotans repúblíkana senator sem að hrökklaðast frá einhvern veginn nýlega já. Og Ritchson þeir voru skólafélagar og hann var sér bara þetta að verið fucking bastard sko og bara drullaður hann sko já ég man ekki hvað þetta fípleitir en hann er búin að svara að það sé eitthvað fræði sem eitthvað farin að stíga Alan til höfus og við vorum engin nemesis nei, þetta fyrir rosalega vera stað og þetta er alveg góð saga sko. Þetta er góð bók og en ekki alltaf að skrifa þessa bækur nei, hann kallar sig Lee Child sko, ég held að það sé 29 eitthvað en sko Andrew Child bróðurinn sem hefur verið meðhöfundur eða skrifað fyrir síðustu 3 og það er alveg snúna komið þreita ég veit ekki, það eru rosalega misgóðar þetta er líka alltaf nákvæmlega saman við þráðurinn sko. Jú, þetta er bara mismöndi scenarió sko. hann bara lappar eitthvað það kemur í nýja bæ og eitthvað gerist þetta byrjar alveg svakalega vel ég er bara rosalega ánægð með þetta og ánægð með því að vera svona
á tánum. Ég bara, þú veist, mér vantaði eitthvað að horfa á í þessu fáránlega langa ferðalagi, þetta var eitthvað 17 tíma ferðalagi. Já. Þannig að hjá mér, Hvernig var að ferðast áður en þessi snjalltæki voru komin? ég bara pældi í því, sko, pældu í því, svo núna getur þú mensa, sko, þú veist, þú getur keypt þér aðganga Wi-Fi og eitthvað dæmi, sko, þú getur verið á netinu í fluginu og vilt, sko. Já, en ég ætla ekki að vera tíma í Witcher, en ég ætla að henda einn smá persónulegum nugget inn á toppfólk við tækifæri. Já. Og hvaða leikara ég sá fyrir mér sem Witcher þegar ég byrja að lesa bækurnar, löngur hann að byrja að kvikmynda það. Kemur óvart. Ok, þú ætlar að henda einn á toppfólk. Já. Heyrðu, já, en það sem ég var að segja með sko hvað það var yfirþyrmandi og just ég skuldaði þarna The Bear og eitthvað fleira. Veistu hvað ég meðalansmjöður að horfa á síðustu vikur? Hvað? Ég er búin að taka 7 Friday the 13th myndir frá 1 til 7. Ok. Og ég fer alltaf í svolítið bara í draslið og eitthvað gamalt og svo er ég kvart yfir í, en ég held að þetta sé svona þetta er flótta, þetta er flótti. Flóttingur á veruleikanum. Já, og svo ég fekk mér nú kaffi í gær með Kolbrúnu Bergþórsdóttur, guðmóður tekja á topnum. Nákvæmlega. Og hún er líka farin að hún var eitthvað að Bring Up Baby og eitthvað eldgamalt sko. Já, ok. Og finnst það æðislegt og miklu betur en það sem er í búið í dag. Og hún kvartaði mikið í gær yfir því að bíómyndir væru bara komnar bara eitthvað á botnin. Það væri bara lélegt og leðilegt. Það er hannig. Já. Það var kannski komið betur á því þegar við rennum yfir Óskarinn og þetta. Já. Heyrðu, en ef ég sleppi nú gamla stöfinu þá keyrði ég í gegnum season 2 bæði af Night Agent og The Recruit þarna á Netflix. Ég sé hvort. Já, þetta er alveg svona þetta er ekta bind, þetta er rosalega fínt að hámóra þetta er bara spenna og svona eitthvað fjör sko. Þú ert ekki að tala um Robert De Niro seríuna sem er núna á Netflix. Nei, sem allir er að tala. Nei, sem allir eru brjálæri yfir. Er allir brjálæri yfir? Já, við þurfum bara að taka það fyrir í sér þætti, við þurfum alltaf að kíkja á þenn. Já, ég sá á Facebook þetta að Gunnarsmári og Illugi og allir voru mættir bara að þetta væri því líka draslið. Ok, Jesus. Þannig að við þurfum að kíkja á það. En nei, þetta eru bara svona ekta spennuð þættir sko, einhverjir agents í einhverjum ævintýrum sko. Geðugt. Og veist, þetta voru bara svona fyrstu seríuna báður voru fínar og enduðu þannig að það kom greinlega framhald og maður var alveg spenntur svona alltaf bara líður alltaf langur tími sko. En ég hámaði þessar báðar. Night Agent er í 76% og Recruit í 80% og svona bara langt sen ég vil að fara inn á Netflix sko. En og þetta er samt þetta er horfa báðar þessar seríur, þetta er alltaf í lagi þetta er svona eins og svona útþynnt 24 sko. 24 er náttúrulega bara eitthvað the king í þessar tegund spennuð þáttar sko. Þeir voru geðvik, þeir voru líka voru ekki eitthvað svo mikið breakthrough á sínum tíma. Jú, alltaf fyrstu sér Gera þetta svona eitthvað neginn. Jú, og líka eitthvað neginn allir búin að afskrifa Kiefer Sutherland sko, mætti Jack Bauer bara alveg, ég sem að minni mig á það þegar ég var að tilkynna fyrstu forföllin þá setti ég vídeo á hann á toppfólka sem hann er að taka In the Air Tonight þetta Phil Collins með ótrúlegum tildröðum. Ég þarf að horfa, ég horf ekki að það. Horfður ekki að? Nei. Heyrðu, og svo að því ég ætla að reyna að vera eitthvað up to date, ég var alveg sá fyrir mér að þegar það er svona uppsópstáttur þá er svolítið gamall þá kíkti ég á þetta The Gorge þarna sem ég held að sé á Apple. Já, ég sá nú trailer þetta lofaði alveg góð ekki slæmi allavega. Nei, það er false advertising sko. Aha, er þetta drasla? Já, þetta er ekki gott sko og þetta er alltaf, það er einhver Miles Teller þarna sem leikur eitthvað. Kannski ástæðan verið enginn að tala um þetta. Já, það litla sem ég hef séð er bara Miles Teller? Hvað er að frétta honum? Hann er að leika annan aðalgæjan, þetta er amerískur svona oversniper og rússneskur oversniper og þau eru sittkor megin við eitthvað svona bara sem getur verið The Wall í Game of Thrones sko. Og hann er Miles Teller, ég kannast ekki döðin, svo er Anya Taylor-Joy leikur sko rússasnæperinn. Miles Teller er þessi sem að Anya Taylor, wow, það er enda rosalega nafn, en sko Miles Teller hann var hérna í Fantastic Four, hann er hérna myndinni sem að allir hötuðu og hann var svolítið svona næsti gæinn. Já, ok. Og svo einhvern veginn bara hvort það var ekki hann ekki í hérna Whiplash kannski með að misminna. Nei, ég held að það sé rétt hjá þér. Miles Teller og svo var hann Ansel Gretel eða hvað hérna Ansel eitthvað sem hann leikmastu í hérna Baby Driver svipað dýpur, kom upp á sama tíma svo einhvern veginn bara eins og með Miles Teller hann bara
Fantastic Four dæmi bara krassaði bara, þú veist, þetta er bara eyðilega fyrir Harry hans. Suicide Hann er bara þú veist, hann verður vera búinn bara. en hann er mitt alveg svona sjarmerend og myndalegu maður sko. Já. En svo er Anya Taylor-Joy og svo er Sigourney Weaver hérna líka Það Þú veist, það er alveg nöfn og ég hef nú sennilega ekkert verið að tjekka á þessu ef að Anja og Sigourney væri ekki hérna Nei. en þetta er einhvern veginn þú veist, svona falleg stemning á milli þessara agenta en það er og svo skrýmsli þarna sem verður hvorki fuglinn fiskur og þetta er allt bara eitthvað ok. glatað. Það er nú svolítið mikið aðalatrið ekki að skrýmsli Jó, það verður helst að vera svolítið svona vond. Já. En hérna, svo náttúrulega var ég búin að býða mjög spenntur eftir Cobra Kai loka hnykkurinn. Þetta er síðasta serien. Já, þetta var síðustu, held ég 5 þættirnir og þá er þetta 15 þátta sería sko. Já. Þetta var klára, ég held að þetta var klára í desember og var mjög pirraður, ég held ég að hún talaði um þetta hérna en hérna, já þetta er gott stöf sko, djúvill er þetta gott. Já, það ekki. Jú, og hérna Þetta er mjög vinsælt líka. Já, er það, ég er bara að fylgja svolítið með þessu og ég sá þetta aldrei komin á topp 10 listan yfir þætti á Íslandi. Nei. Og þá fór ég að spá, getur verið að það sé bara ég og Anton Brink, ljósmyndari sem erum að horfa á þetta. Það gæti verið sko. Gæti verið. Svo finnst mér líka líklegt að Netflix riggi þessu vinsældarlista mjög mikið. Já, getur verið. Þeir setja bara nýjasta dæmið á efst og þú veist. Já, en hérna og svo við vorum líka að tala um þetta held ég síðastar Arnar Tómas var hérna sko þegar þeir fara að teygja sko fylla upp í kvótan eða þetta að vera x-markið þættir. Þetta fór þannig að stað þessi síðasti hnykkur að ég held að þeir varu dætt í þetta. Svo tekur þetta bara sko þvílít flugið sko og ég myndi að segja þetta er bara textbook dæmi hvernig átt að gera eitthvað svona spin-off eða svona úrvinnslúr því að Karate Kid er alltaf eldgamalt koncept sko og hérna þeir standi 94 og ég er búin að Það er rosalegt. og ég er búin að Wi-Fi-tengja síma minn Búin að Wi-Fi-tengja? Já, ég ætla að fá sko, dýllin er ef ég fæ að spila 4 Bluetooth-tengjan. Já, Bluetooth, já. Ef ég fæ að spila 4 stutthljóðbrot úr Cobra Kai þá skal ég falla frá kröfum að vera með sér þáttum Ok, samþykkt. Heldur að hlustendur samþykki það ekki? Jú, hlýtur að vera. Ég er fyrir hönd hlustenda samþykki. Þetta er svolítið bara lýsandi sko, fyrir þetta er það er svo mikið 80s í þessu og þú sér náttúrulega 80s er náttúrulega bara einhvern veginn það er sett í allt núna held ég, til þess að bara 80s er einhvern veginn bara the golden age. Ok, ég var að byrja. Já, prófaðu. Heyrist eitthvað? Það heyrist. Já, ég mjúta hann. Nú. Gerum við aftur. Do I want to know what that's for? Training. Rocky IV style. Gonna chop down a tree carried through the snow. I have a dead man switch. Remember Murtaugh and the Crapper and Lethal Weapon 2? Í snjókur. The key is staying completely and totally still. I have a dead man switch. I'm too old for this shit. Við erum bara hérna alltaf Nei, sko, ég ætla að fara út í snjóin Ég ætla að fara að æfa með Rocky style sko. Snjór Wow. Svo er að síðast það þetta var í desember rönnu en þessi klippa er í nýjustu þáttunum og þetta er í síðasta þátturinn þess að þetta enda þannig að Johnny Lawrence skurkurinn í gömlu Karate Kid þá svo stofnar að Cobra Kai í byrjunni hann þarf að mæta einhverjum agalegum þjálfara óvinnulegsin sko. og hérna You remember Rocky? Yeah, look, I know you're a big Rocky 3 and 4 guy, Mr. T. Drago, they're fun and all, but to me, the OG is the best, bar none. You remember who won? Okay, Rocky's training hard the whole movie, and in the end, what happens? He comes this close, and he loses. Does he feel bad? Nah. He went the distance. It felt to him, to everyone, like he won. He gets to hug the woman that he loves because when the fight is over, that's all that matters. It's the same thing with you. Whatever happens, you got people around you who care about you, man. Present company included. Þetta er svo geggjað. Geður kótt. Og þetta var náttúrulega þess að ég þurfti náttúrulega að teygja mig í Rocky 3 og kíkja þess að Ég þarf að taka gott Rocky session sko. Já. Og horfa þetta sko. Já, herðu, þá er ég búin að get it off my chest að Cobra Kai er geggjað. Já, geðugt. Svo líka þannig í restina, þetta er eitthvað heimsmeistaramót og þegar Cobra Kai krakkarnir kom inn sko og Johnny Lawrence, þá blastaði sko Thunder með AC/DC alveg og svona reykur og lætir og þetta var bara. Það hætti að gera geðugan dreikleik og Thunder. Hefur prófað það? Nei. Það sem þú tekur sko leið og fyrsta Thunder kemur, Thunder, þá byrjar einn að draka. Já.
svo þegar næsta hundur kemur þá byrjar næsta að drekka þegar það verður hring sko. Svo er eitt sem hann lendir í það kemur mjög langt bíl þannig að einn er alveg bara það er einum hendur undir rútuna í þessum drikkjuleik sko. Mælu með? Já, ég fór stundum í drikkjuleik en ég svindlaði alltaf sko. Ég drakk bara alltaf ég var ekki að býða eftir að fá eitthvað kjú sko. Nei. Gott að ræða drikkjuleik í sama þættu við ræðum hann andlát leikonuna sem hann lést eftir drikkjuleik Heyrðu, svo verði ég náttúrulega, ég get ekki sleppt að nefna það sko, þessi Flight Risk nýja Mel Gibson myndin Býtu nú við, hvernig er þessi myndin? Hún er bara skelfileg Hún er skelfileg? Já. Og það er búin að vera eitthvað umræður að hérna á íslensku kvikmynda og fólki sko, bara að því að Mel Gibson er frekar klár leikstöru sko, alveg sama hvað Apocalypto og meira segja Jesú myndin er alveg ógeðslega góð sko, Braveheart, elsku ekki allir Braveheart, hann kann þetta alveg Þetta sem sagt er sko, hún er í 29% á Rotten og Mark Wahlberg leikur hérna einhvern mondan kall sem að hérna reyna að drepa eitthvað vitni fyrir einhverju FBI-gælu og þetta gerist allt í flugvél eitthvað, bla og þetta Mark Wahlberg er í þessu? Já, Jesus. Þetta er eiginlega amazing sko Hvað er liðlegt? Já, og svona eitthvað rugg sko það sem mér finnst að gera þetta sérstaklega ávert er að hérna, Mel Gibson, Mark Wahlberg og Roseanne Barr eru búin að stofna kvikmyndaverð sem er anti-Vogue þannig að það er tískudag ef þetta er byrjunin sko þá hérna en ég býð mjög spenntur eftir að sjá einhver afrið frá þessu kvikmyndaverði sko Akkur er ég svona hissa Mark Wahlberg sé eitthvað að taka á þessu þarf hann þessi eitthvað? Nei, hann er ekki það ég ætla að gera eitthvað lítið úr Mel Gibson sko Nei, en það Mel Gibson alltaf bara misti vitið það liggur bara fyrir hann maðurinn bara hann bara sko hann vent bara full postal sko Þetta gerir fyrir marga með svona óttast þú þetta ekkert eftir því sem er eldist Nei Ég óttast þess að stundum að ég muni einhvern veginn einn daginn bara með þess að veit Já, það er samtidig Þið minnum bara ekki þekkja mig að ég verið að tala hérna Ég hef átt svona vini sem bara urðu einhverjir aðrir menn sko Já og ég held að það kannski er ekkert leiðilegt að allavega þeir sem ég þekki sem hafa bara farið bara klikkast þeir skemmta þessu konunglega sko en þetta er óbóðslega mikið álag á hérna umhverfið og aðra sko en ég held að ég hef alltaf svona dansað á línunni sko, líti alltaf á mig sem hálf klikkaðan þannig að ég held að það sé lausnin sko en já, þetta er hérna, nei, ég veit ekki hvað Mark Wahlberg er að pæla en hann alltaf var í einhverju boybandi nei, það var Donnie Wahlberg Já, það ekki Jú, ég er alltaf setnið til orðin miklu hrifnar á honum að hann alltaf er hérna, aðalöggan í Blue Blood sko Já, þeir þættir eru alltaf going strong Nei, þeir hættir Þeir eru hættir CBS kansileraði eftir 14. sísón og þetta var samt, held ég, þetta er með vinsælstu þáttum í bandarísku sjónvarp og vinsælstu þættir hjá CBS hata peninga bara Já, eitthvað svoleið sko eða vísu voru þetta svolítið svona, ég veit ekki hvort að þeir séu fórnarnafn sko tíðarandans sem að var sko þetta voru svolítið svona íhaldsamir þættir kaþólsk, írsk löggufjölskylda og að söndeitin er allir saman að fara með borbænn og... Er það ekki inn í dag? Já, það er að koma inn það er að koma inn núna það er Lunatics have taken over í Asylum sko Erðu, já, og alveg bara þetta svo bara enn eitt, hérna Taylor sér þetta, maður loksins að byrja að sína season 2 í 1923 sem er, horfður á fyrir sinna? Nei Þetta er geðveikt Ég ætla að byrja á 1883 Já, það er sick sko Það er líka sick Það er ógeðslega En 1923 þetta er Yellowstone Harrison Ford Helen Mirren Yellowstone Origin Story og svo er hérna einhver Spencer Dutton sem er einhver ungur maður sem elskar Dutton fjölskylduna og það er einhver Brandon Sklenar sem leikur hann þetta er mestu töffari sem ég hef séð bara í bíó lengi, ekki leikarinn Spencer er sick típa sko kynnist hún fyrst á hérna ljónaveiðari í Afríku sko og Timothy Dalton er vondi kallinn í þessu sem er allar að knésetja Harrison Ford það er geðvikt og hefur sér hals og traust sko hérna Jerome Flynn, hérna Bronn úr Game of Thrones mér þykir svo vænt sko Bronn mér illa við að Jerome Flynn og þú mælir með þessu já, bara já, þetta er styrla, þetta er ógeðslega gott og Timothy Dalton hann er svo vondur hann var mest kiksútri að hérna, berja vændiskonur og þetta er bara ógeð sko en þetta endar á svo styrlum kliffengar þegar þetta fyrsta serían þá er hérna, Spencer er búin að finna enska svona efristjætta kærustu sem að fellur fyrir honum og dömpar hérna aristókrata kærastanum og bla bla og Spencer verður að komast heim til þess að bjarga fjölskyldunni frá þessum Timothy Dalton sko
Wow. og þau eru á skipi og hann er handtekinn á skipinu því að aðals kærastinn deyr og svo er svona aðskilin sko, áhöfnin er að halda henni og hann er að fara með henni í land og bara I love you, I will fight you og ég fikk alveg gæsahúð og svo erum við þetta Máttu ekki spoila? Nei, nú vorum við bara að býða eftir hvort þau náðu saman Geðveikt. og hvort að hann fari og drepi Timothy Dalton eitthvað. Svo er hann alltaf svo óljós sko, við vitum aldrei hvort að hann sé þá sko, þessi gæi sé afi eða pappi Kevin Costner sko. Nei, já. Þetta er bara alltaf fólk sem heitir Dutton og 1923, hann er vandalega afans já, líklega, ég veit ekki nema neitt. að sé ykkur fleiri börn en ég fagnaði ólega, það stendur líka 95%. Já. Svo í ykkur fíblagangi þá fór ég inn á Disney Plus og opnaði ykkur þætti sem heita Paradise. Já. Ég hef ekki séð þá. Geðvíkslega góður. Geðvíkt góður. Það er eitt þáttur eftir. Ég var að fara að segja, þurfum við ekki að fara að tala um bleika fílinn í herbygginu sem er Disney Plus. Jú. Þetta er lélegasta streymastund sko. Er það? Já. Ég þarf að fara að segja þessu upp sko. Ég horf ekki á neitt annað sko. Já, hvað horfum maður á það? Nei, ekki neitt náttúrulega nema, kannski gamla Disney myndir eitthvað. Ég veit ekki hverju, mér líður betur að vita af þessu. Já, ég líka. Disney katalógurinn er þarna. Ég get ekki sagt neitt. Og svo er að fara að koma Daredevil nýtt og já, reyndar, já. Og svo var alltaf með þetta opið út af Star Wars þáttunum og Andor er dætt inn bara í næsta mánuði, sko. Já, það er reyndar rétt. Það var komin stiklað mitt. Það lítur vel út. Þetta er svona Disney Plus, ég nota þetta rosa lítið en mér svona fyrst betra að vita af þessu. Þetta er svipað þegar ég var í drikkinu sko. Mér er alltaf betur að ég átti fullt vín í skápnum sko. Mér finnst þetta, þannig með alla streymastund mér finnst þetta sérstaklega með Prime og Disney Plus. Það er svona, ég nota ekki Prime. Nei, Prime nema þegar Reacher kemur út, Invincible og Boys. Þessar 3 seríur, ekkert annað. Og Disney Plus er bara eitthvað Star Wars seríur, ég hef ekki ennþá hort á þetta. Skeleton Crew. Paradise er í 82%, eitt þáttur eftir. Hvað er þetta? Þetta er umlega úslega fyndið, þetta er svona lífvörður forseta, svartur, töff, gaur sko og bara fyrst áttu byrjar á því bara hann mætir heim til forsetans og hann liggur dauður á gólfinu og hann þarf bara að rannsaka þetta sko, svo er þetta bara þetta byrjar bara svona eins og svona morgáta svo bara er þetta orðið bara hardcore, ógeðslega flippa sci-fi þetta er bara, ég eiginlega má ekki segja neitt held ég, allir er svo og svo er líka komið á Disney sem að stendur 91% ég er ekki búin að hafa tíma til að byrja því að Thousand Blows sem að gerist í East End í London 1880 eitthvað svona og það er Stephen Knight sem á heiðurinn að Peaky Blinders sem að þetta og hann Stephen Graham það er bara fullt inn á Disney Plus það er bara að vita hvert áleika þannig að ég held að það sé eitthvað það er að skoða og svo að það er búin rólt í bíó og þá er nýjasta Stephen King afurðin The Monkey komin í bíó og ég er spenntur fyrir henni þetta er 30 blaðsina smásaga þetta er svona leikvangur svona api með svona alveg rétt og ég er nú búin að sækja Skeleton Crew smásagasafn mitt niður úr hillunni, ég ætla að lesa þetta ég man ekki eftir þessu, mér finnst að þetta er eitthvað dót og í hver skipti sem apinn slær þá deyr eitthvað sko og þetta er eitthvað, það deyja við svona margir í þessari mynd og allar líkur öll reynsla, sagan mæli með, svona bendilis að það sé ekki gott en ég er gríðalega spenntur. Þú ert spenntur? Já, það er gott. Já. Svo er að koma einhver mynd, ég var að bóða á okkur forsýningu, frumsýningu með Robert Pattinson, hvað er það hérna? Mickey D eða eitthvað? Mickey eitthvað. Mickey eitthvað, hvað er það hérna? Ég veit ekki. Ég er alltaf búin að vera svona svolítið svona andlega fjárrænandi síðustu vikur. Nú, hvað er það búin að gera? Þannig að ég er svona ekki alveg góður. Skiljanlega. Eru Óskarsverðlunin eru afhent bara í næstu viku? Bara á sundaginn hvað hérna erum við og þegar SAG Awards voru bara var það ekki síðustu viku? Jú. Screen Actors Guild þannig að við tökum Óskarsverðluna þátt í næstu viku já, uppgjörsátt en við ætlum samt held ég að þess að rétt að setja fólk inn í þetta já, við erum rétt að þetta í klukkutíman að harka að þér ég ætla að gera það var Golden Globe búið og hvað er hitt BAFTA maður safnar alltaf gögnunum af þessu til þess að reyna að spá fyrir Óskarinn þú sem spá já, við ætlum að reyna bara að búa hann allir on the fly en það sem er stendur upp úr eftir þetta SAG-kvöld er að Timothée Chalamet var valinn besti leikarinn fyrir að leika Bob Dylan í A Complete Unknown og það er mjög skrítið ekki já, þetta þótti koma nokkuð óvart að því að svona Adrian Brody er búin að vera að taka þetta í BAFTA og Golden Globe fyrir The Brutalist að fólk er að kjósa hann í staðin fyrir Ralph Fiennes jú, er ekki hvað það er eitthvað misklingur með The Pianist og Schindler's List já, Schindler's List
Þannig að hérna, já, hann kemur þetta óvart og skekkir kannski svona svolítið spána hjá okkur og svo var líka svolítið vera fyrir þess að því að The Bear hafi tapað fyrir Only Murders in the Building. Ok, það enda mjög skytið. Já. Ég ekki ennþá búin að klára Only Murders in the Building. Nei, hvað er þetta? 3. Nei. Þetta bara árið smáþrýtt. Já, og svo var líka hérna á samanskapið þá hérna fekk Martin Short sko var besti leikarinn fyrir Only Murders in the Building. Já, ógeðslega skemmtilegur, en það þótti líka eitthvað það voru allir að spá einhverjum vini þínum Jeremy Allen White. Einmitt, jú, það aðalmaðurinn í The Bear. Og svo að því að þú varst nú að nefna Conclave þá hérna þótti hún líka að vera surprise að hún fekk bestu myndina. Það mjög áhört. Já, það mjög áhört, sko. Og hérna en já, þetta náttúrulega algjört disaster ef það eitthvað ruglingur í gangi og já, þú ert maður að sjá Conclave merkist nokkur ég líka búin að þið og kollaða vingur okkar Bergþórsdóttir líka búin að þið. Líka búin að sjá. Já, og við kollaðum gríða lána með þessu mynd og finnst Ralph Fiennes alveg frábær. Hann frábær í henni, já. Stanley Tucci maður. Já, ég meina, hann er náttúrulega alltaf bestur, sko. Hann er svo góður. Já. En hérna, já, að þessu sögðu þá getur kannski að vera snúkur áskorunum. Þú með spá. Já, nei, býtu, við erum ekki spá. Við ætlum að búa hana til. Við ætlum að búa hana til. Já, en hérna, ég var að horfa á Conclave og þess að hvað, það er páfakjör. Akkur kallar hann Conclave? Þeir sögðu það. Conclave? Nei, Conclave. Conclave? Já, jú. Ég ætla að vera grín. Já, nei, ég ruglast. Conclave? Já, ég misti slag. My heart missed a beat. Ætlar að bera þetta fyrir því með eina pælingu sko það er ein pælinga hérna, fólk með ADHD er alltaf afsaka sem með því ég er með ADHD en ég ætla að nota hjartað meira sko. Vel gert. Heyrðu, Conclave, þetta er náttúrulega þetta er ekki allir þessi seremóni, þetta er náttúrulega svo seremóniur hjá þessum katholikum ég hafði aldrei heyrt ég vissi ekki að þetta væri hvernig þetta væri nákvæmlega, ég vissi bara að þeir veldu páfa. Já, en þá er þess að koma hérna alls konar einhverjir kardínólar úr öllum áttum, lokaðir hérna inn í Vatíkaninu og kjósa þangallega komast niður á einn og þá er kveikt í þessu og kemur einhver litaður reykur og þú veist, allir fagna hérna á torginu. Þegar ég var árásmynd þá segi ég, þetta er landsfundur Sjálfstæðisflokksins. Þá mæti einhverjir fáir útvaldir, loka sín í Laugardalshöll og velja sér nýjan höfuðpáfa. Draðið bara sama og bara nákvæmlega eins. Hældi hvað það var flott hjá við myndum að láta bláan reyk stíga upp úr Laugardalshöllinni þegar þeir eru búin að velja Áslaug Arna er næsti býtu, er það okkar framhjóðandi? Nei, við erum bara blaðamenn sem að veitum alveg hvernig það fer. Við styðum það báðar. Nei, við styðum það alltaf hvoru Nei, en bara, þú veist, var ég ekki enda að segja á hann að þetta væri hérna, sá hláðsáttur á landinu sem er mestar pólitískar tengingar við vitum þetta bara, við kunnum handritið. En já, þetta er bara alveg sama konseptur sko. Og það er allt gott í þessu mynd og tókstu eftir í þeir voru margir komnir saman einhverju kardín og var allir út að reykja og svo var bara svona sígarettu stubba bara alveg haf sko. Þá rifast upp fyrir mér að ég fór í kaþólska fermingu í Valencia 2006 þegar ég var á drykkjuferð Spán. Af hverju fórst í kaþólska fermingu? Það vil svo skemmtilega til að Tommi, vinur okkar í Rekur sem hýsir okkur hann bjó á Mallorca á þessum tíma og ég var að heimsækja hann. Á Mallorca? Já. Wow. Og hann var í viðskiptum við 2 bræður og annar er að vera að ferma dóttur sína þannig að við sigldum yfir til Valencia til þess að fara í ferminguna. Ok, það er klík. Og þetta var alltaf algjört ævintýri alltaf fyrir mig að fyrir svona kaþólska fermingu. Hella. Og þegar svo var veislan sko og það var alltaf bara strax byrja að bera á borð áfengi sko og presturinn sem var fermdi krakkana hann alltaf var strax byrjað að staupa sig og var næstu undan mér út í reyk sko í fyrsta og ég fór eitthvað að velta þessu upp og þá sagði hann bara það bara er ekki stafur það í biblíunni hvergi að með ekki reykja. Nei. Þannig að búm og það hefur greið að skilja sig þessa mynd sko. Heyrðu, já, og svo eru þeir að kjósa sinn mann og alltaf skila bara svona selum og þá var þetta orðið svo Eurovision bara, alltaf. Ralph Fiennes, 8 stig. Stanley Tucci, 7. Það er önnur tenging nú er Harry Potter leikari í þessari mynd. Ralph Fiennes? Nýjasti Harry Potter, nei ekki hann. Hann var einu sinni Harry Potter leikari, hann er ekki lengur. Já, nú er að gera þætti. Já, John Lithgow, hann er Albus Dumbledore. Já. Í nýju þáttum og hann bara talaði, hann bara sagði við skrínrænt að þetta hefur verið erfið ákvörðun út af því að hann er hundgamall 79 ára og hann vissi bara ef hann gerir þetta núna þá munu allir hugsa hann sem Dumbledore það er bara hans einmitt hann bara hugsa þetta er bara mín arleið verður að vera Dumbledore hann tók þetta að sér, hvað finnst okkur?
það? Ég bara, þú veist, mér er alltaf svo fokk saman þess að þætti Já, HBO er að gera þess að þætti sko, ég eins og veist mikill Harry Potter aðdáandi óhöllu sem að J.K. Rowling hefur síðan Dóra mín var náttúrulega algjörlega á Prime aldrei og veistu, ég var með elsta barni mitt, ég las þessar bækur allar fyrir hann, sko. Það er, ég held að hann verði góður í þessu hlutverki ég vona hann muni tilenga þessu hlutverki betur heldur en Michael Gambon sem að leik Dumbledore í síðustu 6 myndunum Richard Harris var töluvert betri Dumbledore fannst mér, hann var orðinn svolítið gamall reyndar. Ég hef náttúrulega að John Lithgow helst átt að hika og hvort hann myndi drepast í miður kafi, sko. Akkurat eins og Richard Harris en þú veist að því að Michael Gambon var náttúrulega alltaf öskrandi hann miðskildi hlutverk svo illa og hann líka sagði bara sjálfur, ég nenni ekki að lesa þessi bækur þetta er minn karakter, ég fæ að gera það sem ég vil við hann sem er náttúrulega bara var ekki rétt hjá honum bara, þú veist, blessu þessi minning hans þeir eru báðir látnir en ég held að John Lithgow geti gert það vel þú veist, hann náttúrulega lék, hann er bandarískur en frábær Churchill í The Crown hann lék Churchill vel sko, hann er náttúrulega bara frábær leikari hann er ógeðslega góður í Conclave og svo hann var náttúrulega í Old Man með Jeff Bridges og bara þessi maður hann klikkar aldrei og það er alltaf bara þetta er solid ráðning bara nema þetta með náttúrulega bara hversu lengi hann tóri sko þetta er náttúrulega þetta er fyrsti leikarinn sem er staðfestur í svo það veit engin hver að leika neitt hann í svo maður pattar ekki hvað Harry Potter er orðið gamalt sko strákurinn minn sem er ári eldri en þú sko, ég fór með hann bara eitthvað 6 eða 7 ára á fyrstu myndinu ég einmitt fara nákvæmlega og þá er náttúrulega liðin ógeðslega mörg ár en ég bara, mér finnst þetta vera allt og snemt ég bara, þú veist, ef J.K. Rowling er í besta mannski heimi þá myndi ég samt ekki hafa einhvern veginn áhuga en svo getur þetta orðið ekki ekki málega sko, það er svo mikið, það er miklu meira efni í þessum bókum sko, og það var illa að fara með efni sérstaklega David Yates sem að leikstýri hérna síðustu myndunum þú veist, það var rallaup yfir sögu alls konar dæmi og alls konar personur og alls konar sögutræði sem bara litið aldrei dagsins ljós sko, þannig ég stýði þetta alveg sko, þó ég veit þetta er náttúrulega bara money grab en hvað er ekki money grab í dag? Þetta er allt money grab þetta er hlaðvarp okkar snýst bara money grab við tölum bara money grab Gasaströndin er money grab þá bara að breyta því í Riviera Jesus Christ en John Lithgow frábært og náttúrulega sko Conclave, þetta er náttúrulega bara þetta er áhugaverð spennandi saga eins og Páfakjör er náttúrulega óspennandi í sjálfu sér sko en náttúrulega bara kastið í þessari mynd sko, það er John Lithgow, það er Stanley Tucci það er Ralph Fiennes, Isabella Rossellini gamla kærastans David Lynch mætir hérna, dóttir Ingridar Bergman og bara, þetta og við kolla semst vorum saman á það allavega, þetta væri svona ekta Óskarsmynd og er langt sér að maður sá svona mikið ekta Óskarsmynd sko, sagan er góð leikararnir eru fáranlega góðir en einhvern veginn hefði ég held að hún ætti ekki mikla möguleika en þá kemur sakið og fokkar upp sko velur hana? Nei, en hvað fannst þér Conclave? Mér fannst það bara mjög góð mér fannst það svolítið svona mikið mér fannst það eiginlega mitt jafnvel of fullkomin Óskarsvölunarmynd sko ég hugsaði svona þetta er aðeins of mikil einhvern veginn jafnvel formúla og svona, þú veist, mér er svona ekkit skilja eitthvað gjöður mikið eftir nei, þetta er líka sko, þetta er náttúrulega gert þetta bók, þetta er Richard Harris sem er mjög skemmtilegur Dumbledore? Richard Harris? Þetta var ekki hann skrifaði Faderland sem er hérna pælingin hvernig væri heimurinn ef að nasistarnir hefði unnið sko stríðið og nú held ég kvikmyndum með Rutger Hauer og svo er svona alveg gott twist í endan, það var svona crying game twist, það var svona bara M. Night Shyamalan hérna, nei, í endanum á Conclave það var rosa gott það var gott twist sko. við greinum ekki frá því nei, við greinum ekki frá því þannig að, en ég veit ekki, sko, getur allt gerst í þessum Óskari en hérna, sko, við það var alltaf hefð fyrir því hérna með fréttablaði lífið, þá vorum við kolla alltaf með he said, she said spá sko það var geðugt og nú þetta er einu svona ári sem sko kemur að því að, hérna, að fólk saknar fréttablasins það er þegar vantar hérna spána okkar kollur sko. Þurfum við ekki að gera þetta bara fyrir tófólk það var að klára jú, og við gerum það nú í fyrra og ég man alveg, ég held að rétt munum ég var með fullt hús þú varst með bara allt saman allt rétt sko það var geggjað og að ég var að hitta kolli í kaffigjara og reyndi ég svona bara fínt í það þetta veitum nú kannski að hérna splæsa eitt svona í Terrortopnum en hún var bara ekki búin að sjá nógu mikið og sagði mér að hún gafst upp á Wicked bara fyrir hlýja sko Hvað ég skil það, ég held að það er bara eitthvað sem bandaríkjumenn tengjum við tengjum ekki hvað grín það er sko
Sko, er þú búin að sjá alla myndina? Nei, ekki annað sko. Nei, ég er með Nora, Conclave that's it. Já. Ég er ekki með þarna hínar Nei, en þá skulum við bara spá bara, líka í rauninni skipta minnstu máli og það sem er að rugla mig ekki núna ratarn hjá mér bilar að því að sko stemningin og tíðarandin er í uppnámi sko. Það er bara þetta er út allt basically. Já, en sko besta kvikmyndin 10 myndir, hvað Anora það er kynlífsmyndin Shit, hvað hún er góð, hún er ekkert eðlilega góð Já, ég sagði Kolli fannst hún ekki góð Hún fannst hún ekki? Ég er ekki búin að ná að sjá hann Ég sagði, Otti var mér hrifin hana Hann sagði að það var mikið kynlífis Já, þetta er ekkert út fólkar í það er Anora og The Brutalist og Complete Unknown og Conclave og Dune Part 2, það er ekki séns sko. Nei og Emilia Perez sko, það er myndin sem allir að tala Já, en sko þarna skipti tíðarandi máli þegar nú eru þær sko 2 transkonur sem hafa komið hér í þeirra á topnum Ugla Stefania og Bríett Blær sko þeim, Bríett fannst hún bara skrítin og Ugla náttúrulega bara slátra þessari mynd sko. Og þetta er náttúrulega eitthvað skrítið Þetta er náttúrulega franski leikstónum sem skrifar þetta gagniður hvítu kallmaður skrifar mexikóska mynd sem er rauninni frönsk gerist í Mexíkó hann veit ekkert Mexíkó transkonu, veit ekkert transfólk þetta er svona all over the place sko. Þetta er svo helviti gott að Bríett var hérna í ákur og kom hérna með þetta koncept sem hún fann upp sem var hérna Sis Savior sko. Sis Savior, já og það, það ræst svolítið held ég að stemningunni er þau að þykjast núna Hollywood verið eitthvað vola transfriendly það verður eitthvað þannig það hlýtur eiginlega verið það er svona það myndi ég, setja penningin þangað og svo I'm Still Here Nickel Boys, þetta ekki The Substance við kollarum á því að það sé ekki séns en Demi hins vegar mormunum við líklega að taka leikonu Samúla og svo Wicked, við náttúrulega bara pælum ekki því það var típist Hollywood samt að velja hana sko. Já, það getur ekki verið en sko, það er Brutalist hérna, það er alltaf, hún þykir heit Adrian Brody hefði var átt að þykja líklegastur þá kallar Timothy Chalamet mætti þarna en sko, ég var eitthvað miskilega þessa mynd, The Brutalist ég held þetta væri ofbeldsmynd eitthvað brútal gaur sko Nei, svo er ég bara að komast að því að þetta er arkitekturinn og arkitekt sko og svo til að Dóra mín er mjög upptekinn af arkitektur og pælum ekki í brutalisma þannig að ég á eftir að horfa á þetta með henni en ég er ekki búin að því þannig að ég veit ekki ég held að sko já, alltaf heldur að verði ekki Emilia Perez ég held að þetta verði Emilia Perez, jú ég gæti haft alveg dramastískt rátt fyrir okkur en það fer bara eftir í hvernig stemningin fyrir ég held að þetta sé bara svona ég er ekki búin að sjá þetta myndar en það er bara stemmingin er bara þannig og svo A Complete Unknown sem er sem sagt Bob Dylan mynd þarna með Timothy Chalamet Kollasa, hún hefur komið sér skemmtilega óvart og væri miklu betri svona tónlistar frægafólks æfisögmyndir heldur en það sem hún er síðundarfarið og Timothy Chalamet frábær sko, mér finnst Bob Dylan svo óbærilega leiðilegur ég get ekki, ég þarf að beita með eitthvað sko ógeðslega hörðu til þess að nenn að horfa á það eru eitthvað muna, við höfum talað um þetta Óskars Akademían velur, hún svo sjálfhver hún velur alltaf myndir sem einhvern veginn hún tengir við sem að lætur henni líka líða vel með valið sitt það er svona, þú veist, alla myndir sem er Hollywood vinna alltaf, gengur alltaf ógsta vel þú veist, það er svona, ég held að Wicked Complete Unknown, þetta gæti orðið Dark Horse dæmi sko og svo líka er svona Metallica, Timothy Chalamet hann er ógeðslega sætur og hann er rosalega góður þó hann sé Nepo Baby það er alltaf haldið gegn þessum krakkagreifum sko hvernig er hann skildur? Ég manna ekki, ég veit ekki, hann er samt Nepo Baby það er eitthvað sem við veitum ekkert það er ekkert á Lily Rose Depp leveli sko nei, ég finnst þetta að vera að rugglast að segja Nympho Baby eins og Nymphomania Já, og það er líka ekta fyrir þegar svona gaman að velina unga mannin sætan sko og hann náttúrulega, hann er líka bara hann er svona strategískur svona Tom Cruise, hann ætlar sér, hann velur hlutverkin mjög svona Ætlar að setja penningur á hann? Nei, getur það Nei, en svo sko gæti, ef Conclave eignast kvöldi sko, þá gæti hún unnið og Ralph Fiennes fengi verðin sko, en hún fær ekkert nema hún takir svona eitthvað slemmu sko þá var það Isabel Rossellini líka en jú, við verðum að gera eitthvað ég myndi segja Emilia Perez og ég myndi setja Conclave til vara og þú setur Complete Unknown til vara leikstjórinn, ég veit það ekki sko það er úr að velja Sean Baker með Anora, Brutalist Brady Corbett, A Complete Unknown James Mangold, hann er náttúrulega svo sem svona
hann er í náðinni Er þetta erfiðasta árið hingað til? já, eða svona leiðilegasta Í fyrra var þetta bara Oppenheimer já, þetta er kannski svona, svolítið svona já, það er ekkert gefið í þessu Nei. ég veit ekki með, þú segir, franski leikstjóri sem að gerir mexikoska mynd streitari sem að er að Skilabúðin já, og hann upp á sviði þetta er vitnisburður fjölbreytileikan já Og sem þú er veist, að falla út tísku eftir stólaskiptin í Hvítahúsinu og The Substance ég veit ekki, sko ég held að þegar hún fer over the top í endanum ég held að það sjó mikið fyrir akademíuna og það, þú veist, það er verið gagnrýna útlitsstyrkun sko. Akademíuna mun aldrei veluna það sko, fyrir utan Demi Moore Demi Moore er eldgömul og þú veist, þeim finnst að geðu comeback-saga þess að mun hún vinna við setjum bara breyti Corbett, Brutalist ekki? Jú, gera og svo besti leikari aðalhlutverki, það er eins og við erum búin að segja sko, stemningin hefur verið með Adrian Brody í Brutalistanum en Timothée Chalamet gæti komið þarna og stólið þessu Sebastian Stan að leika Trump í The Apprentice hann er ógeðslega góður í þessar mynd ég held samt að hann sé ekki að fara að fá það þó að þau gæti samt til að senda órangútanum skilaboð sko en ég held að ég myndi bara ekki nenn að láta kvöldi snúast hann nei, ég held að það sé Adrian Brody heldur að sé Adrian Brody því að það var eitthvað miskilningum það bitna á Ralph Fiennes, ekki Adrian Brody það er Adrian Brody ég hefði hent styttin í Ralph Fiennes sko persónulega samla og besti leikari í aukahlutverki já sko, þar ertu með Júra Borisov í Anora já rúsneski gæn svo er náttúrulega snillingurinn Kieran Culkin í A Real Pain sem að mér langar að sjá hana hún er alveg merkileg mynd sko Jesse Eisenberg sko leikstýrunni, gerir hana og þetta er ferð gyðinga til Auschwitz eða eitthvað að skoða svo þetta er ég held þessi augljóst ég held þessi augljóst hann tekur já, nema að því að svo ertu með Edward Norton í A Complete Unknown valla, Guy Pearce í The Brutalist gæti verið, hann líka svolítið tróða sig fram núna með að klaga Kevin Spacey, hann var svo ógeðslega vondur við hann þegar þeir voru að gera LA Confidential en ég sko wildcardið hér fyrir mér er Jeremy Strong í The Apprentice hann er allir geðbilega góður en þannig að við erum að tala um Mexican stand-off milli sko tekja hérna sko Succession leikara Kieran Culkin hann er bara þetta er gyðingatengsl líka í þessari mynd skilur, þú veist, þetta er harmleikur þetta er sko rót svona hérna buddy story uppgjör svona hérna ungra forréttinda gyðinga við sko harmsögu hérna við fortíðina, við sér sjálfa þú veist, ég held að mikið í akademínu margir sem tengi við þetta sko þú veist þú ert að tala með þetta, mjög samfærandi og hann er bara, þú veist, geðveikt freistandi bara fyrir akademíuna ég vil fá hann upp á svið, hann haldi fangin ræði talum Jesse Eisenberg hvernig það var að vinna með hann hann er búin að halda sér ræði áður Golden Globe og eitthvað bara geggjur ræða upp með hann upp á svið sko. ég held að þetta sé rétt hjá þér ég er að láta náttúrulega eigin skoðanir cloud my judgment að því að mér fannst Jeremy Strong bara að vera að handan í The Apprentice það var að besta leikurinn í aðalhlutverki þú veist, það er Cynthia Erivo í Wicked ég veit ekki hver þetta er Carla Sofia Gascón í Emilio Perez Mickey Madison í Anora Demi Moore Substance Fernanda Torres í I'm Still Here þetta er Demi Moore bara þetta er Demi Moore, líka bara sentimental ástæði fyrir þú veist, hún áði alveg skilið að fá þetta er næstu til heiðus Óskar sko. þetta er sagan, já, þetta er bara, hún er aldrei fengið Óskar Mikils, Metin, ótrúlega fræg þetta er rosalega djart geðveik ræða hjá henni, þú veist, en hún segir bara þau bara, mér var sagt að ég gerði það aldrei sko. Gekkið og þá erum við hérna með bestu leikur í aukahlutverki, þar er Monica Barbaro í A Complete Unknown Ariana Grande í Wicked Felicity Jones í The Brutalist Isabel Rossellini í Conclave og Zoe Saldana í Emilia Perez ég veit það ekki sko ég langaði ekki bara að vera næs við Isabel Rossellini þau get ekki eða verðlunaði Sis-Saviorinn Zoe Saldana er Sis-Saviorinn í Emilia Perez shit, minnst það sé erfið já ég held ég myndi henda á Zoe Saldana já, séu það og það er líka samt svo ræðist að svolítið hvort að hún sé að fara að taka fleiri verðlaun þessi mynd, ég held að það verði eitthvað svona þriggja stýtt að kippa á eitthvað af þessum myndum sko en ok, herru, þá er þetta bara komið og ég skal bara taka þetta saman og byrta þessa óábyrgu spá á toppbókinu á Facebook mjög óábyrgu tilvíðan að kendu spá herru, við erum komin 1,5 næstum
Já. 1:20. Já, en ég meina Það er bara bíómynd. Já, mér rétt ætti náttúrulega vera þetta verið 3 tíma þáttur við erum að bæta upp sko tvo það er sem rétt, voru ekki sendur. það er rétt. En hættum þessu og hérna ég ætla að fá að klára þennan þátt á 6 mínútna búti úr ræðu Jane Fonda á SAG-verðlaununum. Hún var hérna að taka við Lifetime Achievement Awards og þetta er hún er náttúrulega legend og hérna hún náttúrulega Í hverju hefur hún verið? Nei, ég er að tjóka. Mér næði bara að segja að hún hafi verið hérna Barbarella í Barbarella Queen of the Galaxy sem er það sem að Duran sótti nafnið á bandið þegar Montikallin hétt Durand sem að Barbarella var að díla við Já. En nei, og hérna óbúðslega mikill aktivisti og verið alveg bara gegn Víetnamstríðinu og alls konar Svo tók hún þetta undarlega hliðarspor hérna í 80s þegar hún gerði svona hérna, leikum við drottning og fór að gefa út svona heimavídeó að sprikla í leggings og hérna bara eins og í Söfn Leotard Já, svolítið hún er náttúrulega alveg ógeðslega flott og hérna ræðan sem hún heldur hana hún er bara, þetta er geggjað og hérna þetta eru 6 mínútur og ég hvet fólk til að hlusta til enda ég er búin að hlusta á tvisar og ég er búin að fá gæsa á í bæðiskiptin og eiginlega tárast sko. Þetta er alveg Ég hef ekki hér þannig, ég hlakka til að hlusta Já, ok, herrið, farið þá í Hljóðbanka 3 Það er Hljóðbanki 3 Já Jesus, hvað er flókið Já, ég ætla að Hljóðbanki 3 Ég ekki vitt þessa glósubók með mér sko Já, það er sko Pröfaði þá hljóð 1 Hljóð 1, ok, hefur hvað er bara Já, við kveðjum með þeim fyrirvara þetta sé réttu hljóðbútur annars komum við aftur Nákvæmlega, herru, prófum þetta okay. Takk fyrir að hlusta Og herri, og við verðum hérna væntalega á 15 eftir Ég vona það Nema þú fara útlanda og ég detti Og þú fá Nákvæmlega I love acting. We get to open people's minds to new ideas, take them beyond what they understand of the world, and help them laugh when things are tough, like now. And for a woman like me, who grew up in the 40s and 50s when women weren't supposed to have opinions and not get angry, acting gave me a chance to play angry women with opinions, which, as you know, is a bit of a stretch for me, but I'm a big believer in unions. Yeah. They have our backs. They bring us into community, and they give us power. Community means power. And this is really important right now when workers' power is being attacked and community is being weakened. Yes. But SAG-AFTRA is different than most other unions because us, the workers, we actors, we don't manufacture anything tangible. What we create is empathy. Our job is to understand another human being so profoundly that we can touch their souls. We know why they do what they do. We feel their joys and their pain. Here at the 31st. And I can conjure up voices. We have to drill deep, don't we? We have to know, for example, if a young woman is cutting or she's a sex worker, there's a good chance that as a young girl she was sexually abused or incested, right? I'm thinking Bree Daniels and Clute. And I'm sure many of you guys have played bullies and misogynists. And you can pretty much know, you actors, right, that probably their father bullied them and called men that he felt were weak, he called them losers or pussies. And while you may hate the behavior of your character, you have to understand and empathize with the traumatized person you're playing, right? Thinking Sebastian Stan in The Apprentice.
Make no mistake, empathy is not weak or woke. And by the way, woke just means you give a damn about other people. Back to empathy. A whole lot of people are going to be really hurt by what is happening, what is coming our way. And even if they're of a different political persuasion, we need to call upon our empathy and not judge, but listen from our hearts and welcome them into our tent, because we are going to need a big tent to resist successfully what's coming at us. I made my first movie in 1958. It was the tail end of McCarthyism, when so many careers were destroyed. Today, it's helpful to remember, though, that Hollywood resisted. We did. Overseas, brave American producers like Hannah Weinstein hired blacklisted writers. Myrna Loy, John Huston, and Billy Wilder founded the Committee for the First Amendment. They had a radio show on ABC Radio called Hollywood Fights Back. Members of the committee included every big-name actor in town. Have any of you ever watched a documentary of one of the great social movements, like apartheid or our civil rights movement or Stonewall, and asked yourself, would you have been brave enough to walk the bridge? Would you have been able to take the hoses and the batons and the dogs? We don't have to wonder anymore, because we are in our documentary moment. This is it. And it's not a rehearsal. This is it. And we mustn't for a moment kid ourselves about what's happening. This is big time serious, folks. So let's be brave. This is a good time for a little Norma Ray or Karen Silkwood or Tom Joad. We must not isolate. We must stay in community. We must help the vulnerable. We must find ways to project an inspiring vision of the future, one that is beckoning, welcoming, that will help people believe that, to quote the novelist Pearl Cleage, on the other side of the conflagration, there will still be love, there will still be beauty, and there will be an ocean of truth for us to swim in. Let's make it so. Thank you for this encouragement. Thank you.